Það eru fyrir blóðtöku þetta þegar var ljóst að Amanda verði ekki meira með þeim og við fengum Kristal Ellis inn til þess að kannski matsa upp svolítið á móti henni. Þannig að þetta kannski gerir þetta óþarflega léttara heldur en þetta hefði þurft að vera en bara kredit til Stjörnustúlna, þær voru að berjast allan tíman og létu ekki degan síga en fyrir okkur þá var þetta alveg frábært. Við lögðum upp ákveðið gameplan það sem sagt eins og frákostinn og vörnina og þær stóðu við það og bara Kristal gerir bara gott lið betra. Öflugur leikmaður, hver reyna sterkur hliðar? Þetta bara, hún skorari en hún með alveg hörk og auga fyrir sendingum og bara hún svo allhlið og ég meina bara karakterinn líka virðist vera ofsalega þægilegur þannig að hún fittar bara vel inn. Hún kom fyrir viku eða eitthvað? Já, svona cirka bát. Þannig að ég man það ekki nákvæmlega en hún ekki búin að vera lengi og þannig að kannski að framistæða í dag sýnir það bara hversu góð hún er. Hvernig þessi vetur búin að vera í fyrstu deildinni? Hann auðvitað bara búin að vera, við erum bara búin að tapa fyrir liðum með útlending. Kannski maður lítur auðvitað þannig að það lið sem kemst upp útlendingslausir, þær eiga að skilja að vera þar en Skallagrímur tók útlending og við ákváðum að taka þessa stefnu. Stjarnan búin útlending allan vetur. Þannig að kannski vonandi á næsta ári, það voru bara útlendingslaus fyrstu deild. Þetta er kannski hræsni að mér að segja þetta en svona er þetta bara. Bara fyrir B-liðin sem að taka þátt og annað þá á þetta ekki að þurfa að vera svona.